Þetta verður líklega pólitískasti þátturinn okkar örugglega ever af því að svo að ef að þið munið ekki hafa áhuga á því að hlusta á sem sagt hot takes frá okkur karlmennskuna og rasisma þá mæli ég ekki með að hlusta hana þátt en við erum svolítið alveg með okkar take á þessu sem að er alveg gaman að því svo njótið þáttarins allavega, takk fyrir að hlusta. Þrír hvítingur eru perfect. Ok, þá er komið að öðrum þætti podcast síns okkar snáðar til dáðar og við ákveðum að vera svolítið snemma í því þetta skiptið og við erum komin með gest. Maður, er þetta featuring eða? Þetta er collab. Collab, official shit sko. Checka YouTube channelum mitt, það er svona með 20 subscribers eða eitthvað sko. Já, basically. 30. Fuck. Basically, af því að við erum ennþá bara guttar þá eru sumir okkar ennþá í skóla og þetta er bara skólaverkefni fyrir sem sagt vin okkar sem að bað okkur bara að aðstofa sig og við kiptum því bara í lag og já. Komið hérna heim til mín og þið ætla að borga mér með að fara á fötunum. Aftur, ég held að ég var búinn að því maður. Tvisvar á dag. Út af því þá erum við að taka þetta upp í miðri viku og það er engin lóa á mig allavega. Ég er búinn að fá mér 1 bjór en ég er góður eftir gærdaginn sko. Ég þurfti að keyra milli Akureyrar og Dalvík, ég er ekki að drekka það mikið sko. Það er ekki að drekka það mikið, það er bara sem nokkur skollglösaði. Buzz er gott sko, þá heldur þú róinu á meðan þú ert að keyra. Fullt af reglum. Það er sem að hefur alltaf driving whiskey. Auðvitað maður, alltaf hliðina sko. En allavega basically þetta skólaverkefni er sem sagt að við eigum að spjalla karlmennskuna sem að okkur finnst bara að vera frekar þægilegt viðfangsefni því að við erum allir karlmenn. Já, einmitt, við erum mikla reynslu sko. Heyrðu. Sem að ég veit af hingað til. Hagli? Ertu að gíska maður pronouns? Já, ég er bara að segja það sem að ég veit af. Ég meina, nefnilega, við erum ekki búin að tala þetta nógu mikið held ég, en hvar lendir þú, Hagli? Sko, ég vil láta kalla mig AH10 eða, hvað, AC130. En hvað fellur það inn í? Er það einhver hlutur eða hvað? Akkur ertu bara að segja ykkur að stafi? Þú er bara að stela Elon Musk, er það ekki? Sko, ég identify sem attack helicopter eða gunship fyrir Ameríkana. Er A110 þá attack helicopter? AC130, það er gunship. Hvað heitir krakkinn hans Elon? Er það ekki hvað er það? Þú veist. Nei, Er það ekki AI? Jú, held ég. Nei, býttu það átti að krakka, sko. Varst ekki eftir mýminu þarna þegar það var að tala nafni á hann? Og þú veist að það er pronounced, það er því sem venjulegt nafn næstu. Ég veit að endar á A12. Já, eitthvað þannig. Það er tóttið með númer í því allavega. Já, af því að hann var að skýra eftir uppáhaldsflugvélina sinni, sko, í endan, sko. Það er... Ég held að það sé AXI-A12. Eitthvað þannig. Mér finnst þess að ég myndi þekkja það ef einhver sagði það sko. Já, en allavega, ég var að byrja á því að tala karlmennskuna. Hvað meinar? Elon Musk og attack helicopters, við erum bara að byrja nú þegar maður. Af því að við erum bara búin að staðfesta það að allir séu karlmenni að þyrlur hérna við borðið. Og ég myndi segja, nefnilega þetta er gott point. Karlmennska, translated, það fer út í masculinity, samkvæmt Google Translate. Og ég myndi segja að attack helicopters frekar masculine sko. Það er mjög masculine þegar þú ert þarna að fljúa og sprengja upp hvað heitir þetta? Talibanana. Já. Þá verður þið smá rekt, sko. Horfðu þið á steiramyndir? Þú veist, horfðu þið á svona steiramyndir sem er svona karlmennskan myndir? Ég get það ekki, sko. Svo eins og Rambo og Expendables. Ég horfði á byrjun á Expendables 2 eða 3 og ég veist það svo fyndið maður. Auðvitað maður er búinn að horfa á Expendables, sko. Oh my god. Og Predator og... Þú veist, fílarðu þessar myndir, eða? Expendables er mjög góð, sko. Leifirðu þið í gegnum hann sem bara svona, fokk já, ég er maðurinn núna. Mér langar að vera massaður og ríða fullt af gælum og vera í tank top alla daga. Ég meina það er ekki draumur fyrir sum okkar hérna við borðið, sko. Ég ætla að segja að Rambo er ekki að ríða mikið af gælum hann út í frumskóginum, sko. Ég þarf að skila þetta skólaverki. Þú erum að vinna ykkur á að kenna þér og hlusta á þetta, sko. Já. Veistu, ok, cool. Eða hann, eða hún, eða bara mjög mæpa maður. Já, ég meit. En, ok, karlmennska,
þú veist, það getur líka verið translatið í toxic ég spoilaði þarna, masculinity, en margir tala einmitt nú til dags, þú veist, toxic masculinity þegar talað karlmennsku og masculinity. Það basically gæjar sem að horfa á Rambo alla daga og þú veist, í ræktinni bara Ey, jó, gaur! Sérðu nefnilega, einmitt það. Toxic masculinity, einmitt, þú verður að sýna það út fram við aðra. Þú veist, ef þú horfir á bíómyndir og þú veist, öskrar á skjáinn í þín eigin heimili, þá svo, já, cool, þú skemmtir þér. Ef þú ert að láta eins og einmitt, dick í ræktinni, þú veist, að pushing your weight around, þá það hvað þú myndir tala þú veist, toxic masculinity, þetta ekki bara gæjar sem að þú veist, sem bara eitthvað hrættir við það að vera eins og kallaði kettlingar. Sérðu nefnilega einmitt, ég var að lesa það, ég var einmitt að lesa nokkrar greinar þetta og eitt var það að þú veist, toxic masculinity kemur út fyrir kalla sem eru insecure og finnst eins og þeir eru ekki að hitta social mörkin sem þeir eru að hitta, þannig að þú veist, eins og lágvaxni gaurar sem eru bara svona, ég er ekki nóg hávaxinn, þeir eru oft svona með toxic masculinity, skilur mig, hvað þeir eru að reyna að vera gauralegir og vera svona, overly háværir og því svona. Ég hef alveg fundið fyrir, þú veist, ég var alveg smá toxic masculinity í smá tíma, en þú veist, bara mér í finnst það grunnskóla? Já, líka bara byrjun á framhaldsskóla, mér finnst það allavega að vera búið að minnka, þú veist, ég farin að klæðast bleiku, einhverju sem að ég fannst eins og ég gæti aldrei gert sem krakki. Það einmitt góða punkt, toxic masculinity, fucking að segja þetta orð, fuckar ég mér svo ekki, en það einmitt það líka einmitt, það svo stór hluti af því að vera insecure, þannig einmitt ekki að vera í neinu litríku eða reyna að sína neitt feminine qualities, einmitt hluti af því þá. Já, en hérna, þú veist, munið ekki alveg eftir svona stelpu og strákalitum þegar þið voru yngri. Bleikur stelpulitur og rauður stelpulitur og fjólubláður stelpulitur og blár strákalitur og svona dökkfötir einhvern veginn, svona strákaleg, en svona björtfötir stelpuleg einhvern veginn. Nei, ég var alltaf í eingöngu svörtu þegar ég var í grunnskóla, sko. Já, ég bara klæddi mig eins og hvernig sálin mín er. Og hún er bleik. Solid, ljósbleik. Nei, eins og í grunnskóla, ég var alltaf í svörtu, engu öðru. Já, en þú veist, það ekki eins og séu allir hluti sem eitthvað að fara á móti þessu, eins og þú veist, í svona gender reveal parties. Já. Þá alltaf stelpan með bleikumit og strákum með blálit, sko. Það einmitt það, þú veist, ég held að blár og bleikur sem eru báðir ljósi litir, geta verið bæði, þú veist, þeir eru svona meiri positive en einmitt svartir eitthvað búin að vera eitthvað svo mikið svona gaura harður litur undanfarið. Emo. Einmitt, emo, þú veist, að vera svona, þú veist, ég er ekki stelpulegur eða neitt þannig. En einmitt, þú veist, ef fólk var að labba með ljósbláum bólum eins og þú veist, kalla litur, þá væri það ekki eitthvað svona, þú veist, masculine litur, skilur hvað ég meina? Það var ekki líka alveg alið, þú veist, það var alveg alið mig upp að ég mætti ekki bara hlusta á hvernig tónlist af því að það var á stelpulegt, sko. Er það? Já. Hjá mér skóla mínum, þá varum við bara að skemmta okkur, sko, þú veist. Einn af gaurunum voru með bleikt pennaverkið eitthvað og sagði að uppáhaldslitur hans væri bleikur. Þannig að ok. Það tók mig alveg bara langa tíma að gefa sumum hljómsveitum séns bara því að ég held bara að það voru á stelpulega, sko. Það merkilegt. Segja sannleikann. Ég búinn að vera að hlusta á Katy Perry síðan í 8. bekk. Solid. Og ég man eftir að vera að fara að sofa og hlusta á Dark Horse, sko. Gaur, Dark Horse er fucking gott, sko. Það er svo banger. Gaur, ég hlusta ekki á Katy Perry, Dark Horse. Fucking solid lag, sko. Ég man sérstaklega eftir þegar James Blunt You're Beautiful kom út. Vitið þið hvaða lag er? Já, You're Beautiful, einmitt. Já. Það var alveg bara, þú veist, það var eiginlega bara bannað mér að hlusta á það og ég átti bara að hlusta á hard rock bara því að það er fyrir stráka, sko. Nei? Þú áttir að hlusta á Monster bara 24/7. Nei, meira svona gamla hljómsveit sem að fucking skrítið af því að það eru gæja sem að eru þröngum leður gallaböksum með sítt hár. En hvað var það? Var það, þú veist, í Dalvík, í Svíþjóð, þú veist, hvað? Það var alveg bara þegar ég var krakki, sko. Já, en hvað fannst þér finnast svona social pressure frá? Eða bara almennt? Eiginlega bara frá öllum, sko. Er það? Já, ég líka hef eiginlega alveg, þú veist, skrítna pressu á sjálfa mig einhvern veginn, þú veist, með allt svo. Ef að ég finn einhverja smá pressu, þá ýki hana svo rosalega mikið, sko. Já, mér finnst þetta merkilegt, þetta vegna þess að, þú veist, eins og það sem ég var að lesa var einmitt karlmann, þú veist, masculinity eða karlmennska er blending af, þú veist, biology, þú veist, hvað þú fæðist sér, vegna sem við erum með meira hormóns og svona, þannig að vera reiðir léttilega og svona, þú veist, hluti af því að vera karlmaður. Já. En aðrir eru einmitt svona social construct, eins og þú átt að vera, þú veist, meiri svona in charge og einmitt ekki hlusta á hvern tónlist, þótt að það eru ekkert í líkamæðinum. Já, þú ert líka að dæla niður tilfinningunum, einmitt, bara be a man. Einmitt, en þú veist ekkert í líkama okkur, biologically er að segja okkur að gera það.
Það var líka alveg sagt með það þegar ég var krakki en það er ég lélegastur að sína tilfinningar mínar örugglega ever sko. Já, þú segir ekki kallinn. Ég og Viktor og Himbo erum búin að vera að vinna með að vera bara labbandi þarna í ræktinni og bara vera eins toxic og við getum. Ég kom upp að Viktor kallinn að ég kenna þar að pick up stelpur í ræktinni. Það var skrítnasta lína sem þið hefur komið með ever. Það er toxic masculinity. Ég held líka að þú værir í alvörinu að segja mér einhverja línu. Þegar þú varst, þú veist, að því að þú ætlaði bara eitthvað, hei, á ég kenna þar að fá kærustu. Og ég bara, já, ég er alveg, þú veist, ég er alveg til. Og svo, komdu með línuna. Sko, ég ætla að gefa smá kontekst. Ég var í skólanum, svo stendi ég upp til að tala við kennarann og sess svo, kem svo aftur og sess niður. Þá er stelpan sem ég sitt hliðin á. Hún bara, er þessar buxur þröngar? Ég bara, nei. Bara rassinn í humongous í þeim. Að tala við þig þá, Þú var að tala við mig. Ég hafði ekki hugmynd þetta. Ég nefndi þetta þegar við vorum inn í klefanum áður. Ég var bara ekkert að pæla í því. Svo kemur þú bara og segir þetta, labbar upp að Hilmari sem hafði ekki hugmynd hvað að gerast. Og segir bara við hann að rassin á hann með huge og labbar svo í burt. Jó, Himbo, rassiðinn slaps, sko. Slap that hiss. Sko, Og ég grenja á hlátri. Þessi, þetta er góð, mér finnst þetta merkilegt þegar kemur að kallmennska, þetta masculine, eða toxic masculinity er eitthvað bara eins og að segja rassin hjá einhverju flottur. En að gera þetta gaur, ferða aftur út í gay-hliðina, hvað þetta er ekkert, þú veist, masculine thing lengur, skilur. Ég líka, Eða hvað? ég er nýlega byrjaður á því að vinna í rassinum á mig núna, í ræktinni. Já. Af því að það er ótrúlega Já. hótt að horfa á. Takk. Á, Þú veist númerið mitt, hringdu. einmitt. Ég er með númerið. Og ég segja upp á þetta. Nei, takk. En sko, að því að, þú veist, að ég bara tók svolítið moment bara, já, Viktor. Þetta er bara orðið, stelpur orða nákvæmlega jafn mikið á rassa og strákar. Svo að þú verður að rífa þig í gang, kallinn minn. En við tala toxic femininity. Squat á hverju einasta degi núna og búri æfingar. Búm. Sko, Af því að ég ætla að fá that Brazilian butt. Sér þarna er maður sem er comfortable in his own skin eða whatever. ég get bara sagt þér reitt. Ég horfði í speil á hann og ég er í buxunum sem var sagt við mig. Og ég ætla að viðurkenna, my ass is humongous. Shit, maður. En að því að við erum að tala Confirmation, um... já, fyrir það sem eru að hlusta. En af því að við erum að tala um masculinity og það, þá er ég með eitt Bæði hot og topic. Já. Ég er með alveg rosalega hot topic. Geðum það. Gellur, þær elska að fara í sleik við hverjar á jamminu. Já, við erum að tala um þetta síðustu. En gæjar gera þetta aldrei. Einmitt. Af hverju er þetta svona, þú veist, ég ætla bara að segja, þú veist, ég sem strákur finnst ekkert heillandi að fara í sleik við einhvern strák, sko. Einmitt. En stelpur við stelpur, þeir eru bara, já. Já, Það er ekkert mikið að fara í sleik, þetta er að bara kissast. Ég Já, á en- þess að fara mikið í sleik á jamminu, sko. Ég segi bæði, ég held að þú veist hvort það er samt, þú myndir ekki vilja kissa eða fara í sleik við mig, eða annan gaur, skilur mig? Þannig þú veist, það allavega fyrir mér skiptir ekki máli hvor það væri, Nei. skilur mig? En þú veist, ef þú fer í sjallan á jammið, þá er alveg bókað sérst að fara að fá minnst 3 gellur sem er að fara í sleik það kvöld, sko. 3 sleikar sem að er stelpa og stelpa sem að er ekki bægellur eða lesbíur, sko. True enough. Mér finnst það merkilegt er einmitt að mér finnst eins og það tala við topic að þú veist, gaurar eru meiri svona sexual, en einmitt það vegna þess að það líti ekki á það sem jafn sexual, það er meiri opinn til að fara í sleik við hvern annan, þótt þeir finna ekkert kynferðislega fyrir því. Men gaurar eru svona, ég vil ekki gaura, stokkur myndi ég fara í sleik við þig, vegna þess að þetta ekki verið að ríða þér. Er þetta meira panic mode á strákum að þú er ekki að fara í sleik eða er þetta bara, þú veist, af því að ég veit alltaf að ég fæ bara nánast ógeðstilfinningu að fara bara í sleik við gaur, ég veit ekki, þú veist, ég veit ekki hvort það sé eitthvað að mér. Já. Þú hefur mikið farið í sleik og gauðra sann, sko. Ha? Kannski farið bara svona smá titríki mann eða svona fyririldi. Já, gerir það, sko. fyririldi, það er góða punktur. Ástæðan fyrir ég fyrir ekki í sleik við gaura er að því ég hrættur við að vera hommi. Það er staðrind. Nei. Vil einhver, maður ég svona gera tikk staðrind hljóð. Nei, ég hef engar áhyggjur af því. Ég er alveg nógu örugur með mig að vita að ég er ekki samkynhneigður, sko. En ég bara veit ekki, mér finnst þetta eins og þetta sé hluti sem að ég bara þarf ekki að prófa, sko. Að fara, en Sko, báði kennarinn þinn er að fara að hlusta á okkur tala um sleik Já. í fucking langa tíma. Hún er cool, Já, shout out, sko. fyrir kennariðin.
Ekki setja með pressu. Nei, við viljum líka ekki vera Já, nafngrein eitthvað. Við viljum ekki name droppa. Nei. En Á ég segja fyrsta stað eða? Nei. þú segir okkur bara eftir en Þið það er svo þegar maður er að drekka og maður er bara svona að skemmta sér Já. maður getur kannski bara kisti vin sinn. Solid. Ég hef gert það á annars lagi, sko. Já. Ég er bara að elska Deadpan Viktor. Aha. Viktor var með þetta, hann hugsar ennþá kossir okkar. Já, ég græt mig stundum í svefn. Hvert skipti sem þú ert að fara aftur í sleik verður þetta eins og þegar Hagalín dreif tunguna í mér náttúru. Nei, við fórum aldrei í sleik. Eða kallast bara að reyna að fá 2 stelpur til að fara í sleik. Já, maður gerir stundum svolítið mikið að hlutu fyrir eitthvað svoleiðis. Eitthvað lesbi action. Já. Af hverju er það svona hot? Svo nefnilega ég er ekki mikið fyrir lesbíu action persónulega. En ég held að það er einmitt það, þú veist, með svo straight minded svona, jó, ég elska konur, þetta er önnur kona með konu, hversu heitir það maður? Er það bara að þú ert að inserta þig inn í þetta, situation? Og þú sért bara ímyndaður, þú veist, eins og ef þú ert að horfa á, klám með 2 gælum. Er það bara að þú ert að inserta þig og þú ert bara þriðja persónan þarna inni? Ég geti ímyndað það, en það er einmitt máli, ég er ekki mikið fyrir lesbíu klámi, þannig að... Segðu mér eitt, Viktor, myndir þú frekar vilja sjá 2 stelpur? Eða einhver gæja með huge slong að dæli yngur? Oh my god, Reyndar. Þetta var mjög góð spurning. En að því við erum að tala um karlmennskulega, þá getum við talað til dæmis klám líka í karlmennskunni. Einmitt. Af því að það er alveg, þú veist, það eiginlega brýtur huglega sjálfstrystið svona smá saman að horfa á gæja með huge slongs, Þetta er einmitt máli. Masculinity is often seen as a socially constructed thing. Considered masculine are, þú veist, sumt er biological, skilur mig. Svo þú veist eins og þetta, þú sérð þetta og hann með stórt tippi og ég sá það, þá er það þú veist blending af bæði, hvað þú veist, biologically er ég ekki nógu góður og socially, þú veist, þú ert að horfa á þetta og svo, vá, allir með huge tippi, vegna svo að horfa á klámu þetta og það er, þú veist, já, og líka, þú veist, það er ekki eins og við sjáum oft, sem sagt, standpínur á venjulegum gauð. Af því að þú veist, ef þú ert að fara í sund, þá er, þú veist, þá er skrítið ef ykkur er með standpínu í kallaklefanum, af því að það er bara, þú veist... Viktor er líka alltaf að horfa niður þegar hann er að fara í sund, bara, heyrðu, Já. Þessi er með nöðrur þarna. Solid, sko. Þessi er með a slong. Ég ætla að nota þetta núna, a slong. Segðu þetta bara í sundlegu, hvernig þú ert að fara á fötunum. Einhver lappa fram og bara slong og ef þau líta á þetta, hvað? Holy shit, ég fann jarðskjálfta. Wow, nei, þetta var huge slátri þetta droppi ég rauna. Oh my god, man. Gauð, ertu að byggja hús vegna ég er að sjá hamariðin hérna, sko? Sko, ég get sagt ykkur, þegar þið er að fara í sund, það er bara haft augun bara í burtu frá öllu og settum sjálfan sig hangklæði, sko. Maður er ekki að fara að vera bara kokslapið í gæðinnan inn, sko. Nei, en þú veist, þetta eyðileggur örugglega alveg sjálfstraust hjá strákum að finnast þeir ekki vera sem sagt nógu quote unquote stórir. Það er einmitt svona, þú veist, masculinity sem getur verið brotið niður einmitt er það, biological og social og það er einmitt, þetta er perfect merki af bæði. Og þetta er líka alveg svolítið viðkvæmt, þú veist, af því að, þú veist, það er alveg, strákum finnst það alveg vera stórt mál ef að þeir eru ekki nógu stórir. Nefnilega einmitt, þú veist, þú hugsaður þú veist, einhvern sem svona, ég er 15 cm styttur en ég ætti að vera og það er bara fucking brítur sem að gauðra niður, þú veist, þetta er alveg 15 cm sem styttur en ætti að vera, hvað? Ekki tippið, þetta er hæg, en þú getur líka gert það út í lifið, sko. Ég var bara hold up, það er mínustjólunum. Ég meina, þú veist, það er sitt eigin vandamál líka, en þú veist, ekki gott fyrir sjálfströðist þegar þú ert í mínus. Já, ef þú ert í mínustjólunum átna niðri, þá ert í vondi málum. Eða, dynamite. Við erum ekki að fara út í það, annað topic. En það er eitt, mér ákveð líka að nefna, þú veist, kallmennska, þú veist, við erum búin að tala um toxic masculinity, en ef það er líka, hvað er þetta með þessu? Ég ætla að reyna að lesa þetta alveg upp, þannig fokkus ekki upp. Íslensk orðabók segir kallmennska vera manndómur, hreysti, dugnaður og hugrekki. Ok, vó. Já, íslenska orðabókin. Ef að það er stelpa sem er dugleg. Sérðu einmitt, það er líka talað um það, þú veist, þetta er Og er með dugnað. Þetta er kallmennska, en þú getur haft masculine og feminine traits.
Það er málið, skilur við. Þú nefnilega einmitt, þetta er ekki, þú veist, masculinity er ekki eitthvað eingöngu fyrir menn. Þú ert ekki, þú veist. Ok, það er clever. Einmitt. Já, er þetta svona, þú veist, eins og þegar við vorum hérna í skóla og sáum sem sagt eins og það kallmannslega hlutir að hafa leiðtogahæfileika og eitthvað þannig. Einmitt, það er einmitt málið, þú veist, eins og masculine, einhver kona sem er, þú veist, einmitt, tekur, hvað heitir þetta, þú veist, control of situation eða eitthvað svona, eða, þú veist, eða eitthvað svona, getur verið svona masculine trait og svo getur þú eins og ég líka að elda og svo einhver getur sagt að það er feminine trait, skilur hvað ég meina. Það er líka alveg hægt að pæla því þannig, ég pældi bara ekki í því, þú veist, ég hugsa ekki karlmennskuna sem þannig, ég hugsa aðalega bara svona toxic masculinity, þú veist bara eitthvað eins og þú veist, þegar þú ert í amerískum fótbolta bara eitthvað, já gaur, fuck hvað mér langar að fara heim með þessari þarna gælu og drekka bjór Og svo skallar við fucking dómaran. Já. Einmitt, en það er einmitt málið, einmitt, toxic masculinity er svona nýtt þing, þú veist, oft er, þú veist, kallmennska / masculinity líka að tala þú veist, masculine, ég er sterkur, ég er hraustur, skilur við mig, þú veist. Er það ekki bara því að það er nýlega sem að þeir lita á þetta sem neikvæðan hlut? Ég held það nefnilega er einmitt það, þú veist, það er að brjótast niður þannig að kyn skiptast minni máli, þannig að það er einmitt að vera svona, þú veist, masculinity, það sökkar á, og þú veist, ekki kalla með feminine. Líka þegar eins og í gamla daga, þú veist, þá vildur vera eins og Rambo. Einmitt. Þú vildir vera massaður og þú vildir vera með byssu bara eitthvað að geta drýta niður andstæðingin eins og þessi fucking maurar. Einmitt, en nú til dags er bara svona, já, það er, þú veist, kallmennska skiptir minni máli og margir eru einmitt að vera svona, þú veist, já, kallmennska er hvað er búin að vera allan tíma og núna sjáum við hvað kvenmennska eða femininity getur bætt við og þá er bara að litja kallmennsku sem bara neikvæðan hlut. En það er það ekki eins og í í dag sjálfu þá er sér. það fucking nett að geta eldað. Einmitt. Í gamla dag þá var það bara konan eldaði. Einmitt, það er einmitt málið, þú veist, ímyndaði 1940 eða eitthvað, þú veist, svona, ég er geggja manlík maður, þú veist, ég er yfirmaðurinn hérna, hugrakkur, ég bjarga hver sem er, skilur mig, og ég elda sick fajitas. Þannig að það er bara svona, gaur, ertu kona? Skilur mig, það myndi aldrei vera, þú veist, masculine í þeim dögum ef þú kunnir að einmitt elda eða gera eitthvað kvenlegt innan við sig, skilur mig. Ég ætla að koma með hérna sem ég gera alltaf, fara smá off track. Þannig að þið viti eins og það var að kalla krakka frekidollur eða eitthvað hannig, sko. Já. Bara helviti að frekja en hætti þessu. Það er víst núna bannað að kalla svona litla stelpur frekjur lengur. Stelpur? Það var bara stelpur, sko. What? Ok, þú varst eiginlega að útskýra aðeins. Já, við langar að heyra aðeins meira. Sko, þú mátt ekki kalla hana frekja, þú átt að kalla hana ákveðna. Nei, Og ég var bara hold up, Ok, nei. nú ætla ég að koma með situation. Krakki sér sem sagt Playmo út í búð og hún spyr mömmu sína, má ég fá? Mamma segir nei. Hún hendi sér í jörðina og byrjar að hágrenja. Er hún þá ákveðin? Þá er hún ákveðin, Viktor. Sérðu, þetta er einmitt svona, þetta er vandamálið við að vera 7 billjón manneskjur er að þú fært heimst fólk og gáða fólk, skilur hvað ég meina? Þannig, já. Ég hef alltaf litið á ákveðin sem jákvæðan hlut. Það er nefnilega, það á að vera það, en það er einmitt frekur og ákveðinu tveir mismunandi hlutir. Þessi stelpa, ef hún væri kvarta að fá eitthvað, þá er hún frek. Ef hún verið svona, mér langar að gera þetta verkefni svona, og það sagt nei, þá væri hún svona einmitt, ertu ákveðin, ertu frek? Þú getur verið bæði, en eins og í þetta situation þú komst upp, að kalla hana ákveðin, er bara eins og að segja, vel gert. Þú lést eins og asshole og fegst hvað sem þú vildi. Það er eins og, já, eins og ég var að segja, að bara banna að kalla stelpur frekidollur. Mér fannst það hljóma bara eins og þú veist Martin Luther King var ákveðina því að hann ætlaði að fá sem sagt svart réttindi sem sagt dökkra í Bandaríkjunum sem betri. Sem ég held að einmitt þarna er líka munur sem við erum að telja er vinnan sem er á bakvið. Ég held að ákveðin verður líka að hugsa því, það er ekki einhver að kvarta og segja mér langar í þetta, það er að gera eitthvað með því, skilur við. En er þetta í alveg bara þið bannað núna? Ég er búinn að heyra það frá nokkrum, sko. Er þetta, ok, Íslandi eða útlöndum, eða í Bandaríkjunum? Þetta er á Íslandi. Hvað er erlenda orðið frekja? Það er hérna... Hissy fit. Hissy fit er eitthvað sem you throw a hissy fit. Það er að fara í frekjukast, er hissy fit. Ég myndi kalla það bitch. En þú veist, það er ekki rétt orðið. Nei. Frekja, En þú veist, þú ert ekkert að vera að horfa á eitthvað lítil krakka sem er eitthvað grenjandi og horfa bara what a Stop acting like a bitch. En voru þið ekki kallaðir frekjur
þegar þið voru yngri og létu svona? Örugglega. Ég meina, ég man ekki eftir en ég myndi alveg trúa Ég var ekki mikið fyrir að biðja hluti, sko. Já, en það var eins og, það er kallað stráka, freka og frekjur. Já. Það var alveg gert þegar við vorum yngri, en núna samkvæmt fólki, þá er það bara gert í stelpur. Ég líti á það bara eins og ég var að segja að ákveðin væri svona eins og Martin Luther King var ákveðin í að þá réttinindri dökkra upp. En þú veist, gellan sem var í búðinni, hún fekk frekjukast og er frek. Já, það var eins og annað dæmi hérna. Eða stelpan er að taka kastið, þá var það frekjukast. En ef strákur gera, þá var hann ákveðin. Nei, hinsegin. Já, Þú sagði hinsegin. Ég er bara að segja þetta eins og hvernig þetta... Já, þú ert að gefa dæmi ef þetta væri switched. Það er nefnilega held ég málið að við erum einmitt í áratugum hvað það er einmitt að reyna að gefa konu meira og meira réttindi. Þetta Ísland er mjög mikið í, þú veist, fyrir framan öðrum þegar kemur að því. Þannig að er einmitt að fara aðeins of langt. Er þetta samt eitthvað sem skiptir máli? Þú veist, er þetta eitthvað sem þú þarft að berjast fyrir? Já, einmitt, en sumir eru svo, þetta issue er of flókið fyrir mig, en ég skil þetta. Ég ætti ekki að kalla stelpur frekar vegna þess að það er eiga að vera ákveðnar, en strákar eru bara frekir. Ættu þið ekki frekar að vera að berjast eins og fyrir drusla? Einmitt, mér finnst það Frekar heldur en frekja. Ég skil þarna dæmið á bakvið druslugönguna. Það make a sense, en þetta finnst mér ekki make alveg sense. Sérðu, ég skil þetta, þú veist, upp á ákveðnu magni. Hvar þetta er, þú veist, fólk, konur sérstaklega, sem voru, þú veist, vanur að segja bara, en þetta er meira svona einmitt frá generation sem fekk ekki að fara í skóla, svona. Þú veist, konur núna sem voru fættir fyrir 30 árum síðan núna, eða kannski er það vittust hjá mér, þú veist, ég held að það myndi vera sagt, mér langar að hafa þessa vinnu. Þú veist, já, þú ert ákveðin þá. Ja, þú ert ekki kallað fucking frekja þá. Já, ég held að það sé svona 25 til 30, sko. Er það? Hvað heitir þetta aftur? Millennials? Já. Erum við ekki Generation C? Nei, Jú, Generation C, við erum Zoomers. 95 til 2005. Það er ekki á undan... Nei, 2015, sorry. Á undan okkur eru Millennials og undan því Generation X og svo eru Boomers á undan því. Jú, ég hef búin að googla þetta, nefnilega ég fór yfir fjölskyldutréð mitt. Boomers eru baby boom eftir World War II, svo kom Generation X sem var, þú veist, aldurinn sem konur fóru að vinna og þá höfðu þau ekkert yfirvakt. Svo kom Millennials vegna þess turn of millennium og svo eru Zoomers vegna þess að við erum social era, við fættumst að geta farið á Facebook and shit. En ég bara líka hérna... ég glemdi hvað ég ætla að segja. Sorry. Millennials, Boomers. Generation X. Já. Akkur er aldrei talað Generation X. Ekki jafn catchy, kannski? Nei, þú veist, af því að það er alltaf verið að tala Boomers. Ok, Boomer. Ok, Boomer. Nei, þú ert ekki að segja, ok, X. Ok, Xer. Nei, en þú veist, X, þú veist, það er náttúrulega, núna er Generation X, er það ekki alveg orðið, þú veist, gamalt fólk líka? Jú. Generation X er... 50 plus. Já, mamma mín er Generation X, hún er, þú veist, ég veit ekki aldur minna mömmu. En einmitt, hún er 58, 59 ára. Og þú veist, einmitt, Generation X er, þú veist, 60 til 40 cirka. Þannig að einmitt, ef þú ert að kalla okkur boomer, gæti það verið léttilega verið Generation X. Þú veist, Karen-þingið er oftast Generation X. Já, þetta er alltaf 45 ára gamla konu með lesbi haircut. Einmitt, það er oftast Generation X. Mér finnst líka svo fyndið hvað er verið að tala Generation C sem það eru við. Það er alltaf verið að tala okkur eins og við séum bara einhver smákrakkar, sko. En við erum actually 20 á þessu ári. Einmitt, Generation C er 95 til 2015. Þannig að þetta, sum þeirra eru 6 ára og aðrir eru komin 26 ára. Einmitt, komið með fullt líf og börn sjálf og svona. Ef fólk er að pæla einhverjum sem er 20 ára, þá pæla það í millennials ennþá, sko. Einmitt, sem er mjög fyndið, finnst mér. Og það er alveg eins og, þú veist, ef þú hugsar fyrir 20 árum, þá hugsa margir 1980. En fyrir 20 árum þá 2000, sko. Einmitt. Sko, ég er þetta pældi, ég var ekki búinn að átta mig á þessu fyrir 2 vikum. Ég hélt að við værum millennials. Það vegna, einmitt, þú veist, núna er bara talað svona Zoomer, þú veist, það var millennials bara fyrir 2 ári síðan í memes, skilur við, varum bara að kalla okkur millennials, þótt að við erum fættir 2000, ekki 1990, þú veist, og fyrr, það er millennials. Ég var eitthvað að pæla í þessu á leiðinni heim úr Reykjavík. Hvað myndið þið segja hipster sé? Hipster? Já. Ég er low-key hipster. Er það ekki bara svona, það er nákvæmlega gæðin sem þú hugsar þegar þú hugsar indie tónlist. Gæði sem er í svona
svona fair trade peysu, oft lopapeysu með einhverju, með svona sítt hár pínu eins og þú með douchebag mennbannið og hlustar á indie tónlist, einmitt. Það er fólk sem vill vera öðruvísi, hlusta öðruvísi hluti, dressa öðruvísi. Það er hvað svona hipster segir. Og alveg, þú veist, á yfirleitt svolítið mikinn pening af því að þau vesla, þú veist, í svona náttúruvænum búðum, sko. Já, en sumir eins og mannstu thrift shop, það var svona, það var hipster at its time, bara að fara í föt sem enginn myndi vilja vera í lengur, gamaldags föt. Þetta var svona eiginlega bara vera svona going back in time, þar sem. Einmitt í thrift shop svona hipsters. Já, ég var að pæla í þessu, ég var að pæla í hvort ég væri low-key hipster, sko. Nei, ég veit það ekki. Ég að reyna að átta mig á því, sko. Nei. Ég held að þú lendir ekki undir hipster, en ég veit ekki, þú veist, mér fannst þess að ég var hipster, vegna þess að ef ég tala um bíómyndir eða tónlist, þú veist, ég horfði ekkert á fucking Marvel of mainstream, ég horfði ekki á Avatar þannig 10 ár setna of mainstream, skilur mig, þú veist, ég hlust ekki á poptónlist, en ég nenni bara ekki að láta neitt svona term skilgreina mig, þú veist, ég bara fucking ég, sko. Já, mér svo gaman að nota terms, maður. Þú veist, ég klæði mig í streetwear og svo veit ég fucking mikið tónlist eitthvað, þú veist, ekkert endilega, þú veist, fólk sem að klæðist í streetwear þá að hlusta bara á rap tónlist. Holy shit, sínum við bólum. Já. Þú ert með svona ból sem alltaf er fucking settu út. Social club. Byrjum ekki að tala um þetta, nei. Ég sagði ég klæðist streetwear og þú veist alveg að ég klæðist streetwear, sko. Streetwear getur þýtt líka bara, þú veist, hvað skateboarders í, sem var cheap, en núna er fucking Thrasher og Supreme taknilega séð. Já, ég alveg stundum í, þú veist, ég ekkert alltaf í branded out shiti, sko. Já. Sko, ég er bara í hvað sem ég ekki fengi. Já, ég oft alltaf í svona mix af bara eiginlega öllu. Camo Pants, Quicksilver, Psychobljart. Já, Quicksilver er bara bólið sem ég fekk frá bróðum mínum, sko, í jólagjöf fyrir 2 árum. En ég fíla bara streetwear lookið og ég klæðist í bara því að ég fíla það og þú veist, ég er búinn að vera í því svolítið tíma núna og ég bara fucking digga það. Ég var alltaf, áður en ég var með streetwear lookið þá var ég alltaf að leigja það. Já. Sem það er öðruvísi tegunda streetwear eiginlega. Þetta er eins og íbóin að klæðast núna, það ekki? Pínu, jú. Nema ég var bara á undan íbóinum. Já. Hipster. Þá, hvað hét það aftur á þeim tíma að leigja það? Ég veit það líka alveg. Sko, þetta var meira svona skeitjar en væp þá, sko. Að leigja það? Já. Það var upp að 2016 svona skatervæp. Já, en það er samt alveg, þú veist, þá erum við ekki að tala um í Ameríku þar sem að þeir eru cargo shorts og eitthvað því að þeir sem eru að leigja þeir eru alveg í kuldanum, sko. Af því þú þarft alveg að vera í frekar köldu landi til þess að geta verið alltaf að leigja það, sko. Já, ég er að tala um eins og vera í stórum ból og svo peysu undir. Já, peysu undir, já. En ég var alltaf, sko, ég var í ból, svo var ég í hettupeysu og svo jakka yfir hettupeysuna að svona hettan stendur svona upp úr og eitthvað. Aldrei heitt það. Já, þannig leigirinn. Ég hata fucking að sjá einhvern... Klæðast fötum. Ég hata að sjá myndböndi í LA eða einhvers staðar, geggja heitt og þeir eru í þessu puffer jackets. Ég er svona, bruh, það er ekki snjór þarna. Af hverju er þetta í puffer jacket og þú ert inn í club í puffer jacket, er þetta fucking grínast í mér? Það er náttúrulega alveg, þú þarft að klæða þig eftir, þú veist, landslægi, af því að við búum á Íslandi. En sumi gera það ekki nefnilega. Það er málið. Við búum á Íslandi, ég myndi aldrei láta detta mér það í hug að fylgja einhverju sumartísku. Reyndar, það er Ég meina, ég er alltaf í stuttbuxum. Já, það er -4 og Vixi er í fucking stuttbuxum. Já. Ég elska að vera í stutt. En það er einmitt, í skóla er ég oft í peysu og úlpu, en ég fer strax úr fucking úlpunum, vegna sem ég verð alltaf á heitt. Já, En ef ég gæti verið í stuttbuxum, myndi ég samt alltaf verið í stuttbuxum. En það er svo fyndið að það, í fyrirtækjum, það kom alltaf svona vörur sem að þú veist, af því að þau fylgja alltaf svona hring bara, þú veist, það kemur sumartískan, svo kemur hausttískan, svo kemur vetrartískan og það. En þú veist, sumartískan, hún meikar ekkert sens á Íslandi. Hún meikar sens í svona 1 eða hálfan mánuð af 4. Já, nákvæmlega, þú veist, hvað þarftu mörg outfit sem að þú getur bara verið á þeim tíma, þú veist? Þetta er svona mest eiginlega þegar þú ert bara eitthvað chillen í skólanum eða eitthvað þannig, eða í vinnunni. Þá meikar þetta eina sensinn, sko. Og svo eru Íslandingar hvort þeir svo crazy að þú veist, þeir eru að sé bara úröldu. Þeir þurfa ekkert stutturámbúla því að þau elska að vera að bera á. Mér líka að vera kallt, ég meina, þú veist. En það er einmitt svo fyndið er það, þú veist, ég er hálf nýsjálfskur
og við tölum þú veist, munin í Nýja-Sjálandi ertu bera ofan eða þú veist, 30 plus gráður hérna á Íslandi. Sólin úti og það ekki cold as fuck, það eru 15 gráður. Sko, það þarna yfir 5 gráður, þá að fara úr bólnum, sko. Einmitt á Nýja-Sjálandi, ég bara veist hvað ertu að gera, það er ekki kallt. Við unnum með þetta í grunnskóla og erum allir strákarnir komnir og bara að færa borðin okkar og bara sátum úti að tæna. Þú veist, sama hversu heitt að verður hérna, þá fólk bara hvort að fara að vera í einhverjum svona íþróttalega stuttbuxum og bera ofan, ef það strákar. Ég hef reyndar mjög sjaldan séð ykkur vera bara eitthvað chilla, bera ofan, sko. Ekki. Ég gera það bara eingöngu heima hjá mér eða ef maður úti. Ég sé fólk bara labbandi á Akureyri bara berst ofan. Í alvörunni? Já. Breyf, ég veit ekki gera það. Sko, eini tíminn sem ég ber ofan þegar ég fyrir sund eða ég bara bókstaflega labbandi heima á brókinni. Eins og ég ger alltaf. Ég einmitt ná að heppina í sveitinni, þá færir maður ákveðið mikið privacy, skilurðu mig? Þóttum mér líkar ekki þegar við erum út að tanna, en þá getur maður verið bara út á stól og þá ekki, þú veist, nágrannar eitthvað svona, Guðni við byrjum ofan, þú veist. Sum fólk líka bara mismunandi djarft, sko. Þú veist, sumir gefa ekki þokk, sko. Já, sorry. Það kemur dúf. My bad. En þarna, það svo, ég ángurins, ég handviss að nágrannar mín búin að sjá mig nakinn bara meir en ofta einu sinni, sko. Þú veit að ég labba bara húsið, bara með the willy out in the wind. Classic. Og þeir eru þarna sem bara hinum meginn bara elda þessi kvöldmati. Og vinka og veifa og... Ég veifa honum auðvitað. Já. Með teipinu með höndinni. Þú veist. Svona svo sproti. Líka, þú veist, skiptir það einhverju máli ef að einhver 50-60 ára kettling eitthvað að sjá þig nakinn. Það ekki eins og sért eitthvað að fara að, þú veist, reyna við hann eða eitthvað. Nefnilega, það einmitt málið, samhengi skiptir málið, þú veist. Ef hún sér þig nakinn í glugga þinn í þínu húsi, þá bara svona, hey, þú ert að líta á mig í mitt hús, bara. Já, sko, nágrannar mínir eru svona bæði fertug og ég með dóttir þeirra í mörgum tímum, sko. Þannig að það væri frekar óþægilegt að ég vissi að þau... Það var að tala hversu stóð þú ert með classmateið. Já, bara... Já, þú veist, það ekki eins og þú sért að banka upp á hérna og safna fyrir Rauða krossin nakinn, sko. Það er góð hugmynd, Viktor, það er góð hugmynd. Einmitt, hann klæddur að safna fyrir Rauða krossin, hann spyr bara hvernig þeim fannst þegar hann það. Ég set bara húfu á hann og þá var hann ekki kall. Ég að safna í Rauða krossin fyrir fötum fyrir mig. Tókstu kannski eftir á vandamál, by the way, hvað fannst þér? Langar að ég kom hingað nakinn aftur, donataði. En þú segir þig líka við að ég skal eingöngu kaupa bóli og kannski sokka. Eru þið nokkuð með hanska sem ég geti klippt af toppinn? Fyrir húna eitthvað. Eða gera svona Crips mask á hann. Hvað er þessi sick, maður? Ég er reynda að vera langar ótrúlega mikið að kaupa svona balaklava og setja það á hundinn. Á hund? Já. Ætla myndi fíla það? Ætla myndi ekki bara eitthvað... Það myndi alveg sem missa það. Hundurinn minn er gangster þegar með heyrnartóli yfir, sko. Wow. Sick, maður. Máni, ég sett á hann svona Rastafarian hat og heyrnartól. Hvað er Rastafarian hat? Þessi litríki húðurnar, svona primarily Jamaica og svona, sko. Já, þessi puffy, huge húðurnar. Nei, þetta var svona við prjónum, sko, í skólanum, þetta var samt repp og litur. Þekktið þú mig ekki þegar ég var með það Rastafarian húðuna mína á vistinni? Þú veist, það var svart, rautt, grænt og gult. Ég man ekki eftir því, sko. Ok, ég var að lappa með Rastafarian húðu í vistinu og náttfötabuxum og náttfötasláfnum. Það sko, fashion police var að hringja, sko. Þú er í vondu máli með að myndi gera það núna. Núna? Það er cultural appropriation. Getur tekið það smástund fyrir það? Já. Cultural appropriation, er það eitthvað að því að klæða sig upp sem Pocahontas? Þú veist, það eru Pocahontas búningar á Íslandi, en það er ekki mikið af Native Americans á Íslandi. Nei, ég heyrði þetta argument tilbaka við, þú veist, það var einhver asísku gaur að rífast út í stelpu sem var í svona traditional Chinese dress og bara that's cultural appropriation og svo bara, þú veist, fór fólk að drull yfir hann vegna þess að profilmyndina með, þú veist, derhúi og svo derhúur, that's a white people thing. Já. Þú veist, skilur mig, þú veist, cultural appropriation, þú mátt ekki bara gera reglur hvernig sem þú vilt. En þú veist, nei, þú ert einhver hvítu jeans, það er hvít people thing. Já. Nei, what the fuck? Þú mátt ekki vera í
jeans, það er western culture þarna. Einmitt, það bandarískt Wrangler, hvað, ertu hvítur? Nei, máttu ég vera í gallabökkum? Hvað ertu með slétt hár? Bjart huff. Einmitt, fuck. En það er einmitt svona, bara þú veist, er cultural appropriation allt, ef þú ert ekki hvítur, eða eru reglurna bara, þú veist, það eru enga reglur og þú mátt bara drulla yfir fólk. Ég held að það sé aðalega því að hvíta fólkið, þú veist, það var aldrei gert neitt rangt við hvíta fólkið, þú veist. Já, við vorum þrælar, við Íslendingar, þrælar af hérna. Já, einmitt, thank you very much. Og ég er ennþá sári yfir því. Ég er persónulega mjög sár. En þú veist, sko, það er aðalega því að í gegnum söguna held ég, þá er hvíta fólkið yfirleitt búið að vera þá sem að það fólk sem að gerir vont við annað fólk. Þess vegna megum við ekki segja N-orðið af því að það var hvítt fólk sem var að eiga svarta þræla. Nefnilega ég svona skil það meira. En eins og með cultural appropriation, mér finnst þið svo, ef þú ert að segja þess cultural appropriation, það er eitt að þú ert með fucking blackface eða eitthvað, eða þú veist að squinta augu þín, staðið bara straight racism. Oh my god, ég man eftir alltaf að vera að gera það í mötuneytinu í grunnskóla. Oh my god. Það hefði ekki elst vel, maður. No. Wow. Nei, það getur... Ég sko að það Rúf fór ekki til skóla þinn, maður. Eftir að segja, núna verður cancela mig fyrir að ég gerði eitthvað fyrir svona 8 árum. Ef þú settir það ekki á Twitter, þá er ekkert evidence, sant? Það er svona alveg, þú veist, ef það er verið að grafa upp einhverja gamla hluti sem að, þú veist, tímarnir eru búin að breytast, þú veist. Já, það er miklu meira... Þá, sko. Ég ætla að segja, með það, þú veist, mér finnst eins og ef þú ert að kalla fólk út fyrir cultural appropriation og þú veist, segja þú mátt ekki hafa, dreads og svona, þá ert þú að reyna að segregata okkur. Mér finnst það, þú veist, vilt þú segregation, ef þú segir þetta er cultural appropriation, þú veist, ég meina sérstaklega með föt og svo stíl, eins og ég segi, þú veist, blackface og svona er bara straight racism. Já, sko, mér finnst það vera alveg línur, en ég er eins og, þú veist, hvítt fólk má alveg hafa dredda eða villa, þú veist. Svart fólk er ekki eina fólki í sögunni sem var með dredda, því það var alveg hvítt fólk líka með dredda í sögunni. Þú veist, ég er ekkert að vera yfir cultural appropriation, þú, hvað heitir þetta, bleachaðir hárið þitt, skilur mig, þú veist. Plus, þú veist, er dreddar eitthvað sem þú vilt vera práta? Mér veit ekki hvað sem djúpt megum fara út í dreads, en dreads eru ekki... Þú veist, í gamla daga þá var þetta bara skítugt hár. Ég ætla að segja, einmitt, það er skítugt hár, dreddar eru bara skítugt hár. Það er ekki þrifi hára á sér í bara ár eða eitthvað þegar maður er með dredda. Það er einmitt hvað ég ætla, þú veist. Í dag er þetta náttúrulega öðruvísi, en þú veist, í gamla daga þá var þetta bara skítugt hár. Nefnilega, ég einmitt það, þú getur sagt það, þú veist, allt svona, að vera nakinn. Þú veist, allir eru að segja, þú veist, Africa is the birthplace of men. Þannig að þú veist, er allt frumbyggjalegt cultural appropriation þá? Ef við erum naktir, erum við cultural já? Já, ef við erum naktir þá held það fram. Erum við að cultural appropriata frumbyggja okkar? Sko, ég ætla að segja hérna, ef við bara skella okkur kannski til Ameríku eða Ástralíu og bara lappa upp að þessum ættbálkum, bara heyrðu, eru þið að cultural appropriata fyrstu mennina? Bara afrísku træpana, út með ykkur. En svo er það líka spurning, þú veist, það er alveg hlutir eins og, þú veist, viltu vera að eigna þér eitthvað, þú veist, þarna Indian-dóti, þú veist, er ekki bara fínt að þessi sagt söguna þína? Sérðu, einmitt, það nefnilega, mér finnst það merkilegt, það er einmitt svona, mér finnst það að vera weird ef hvítt fólk færi bara að gera því svona, færi að gera Indian traditions, vegna það getur litið út þess að þú ert að gera grín af þeim, en mér finnst einmitt það, þú ættir að tala það, þú ættir að sýna það. En mér finnst náttúrulega að vera fucking asnalegt að það væri bara einhverju vinir mínu, væri bara eitthvað að fara að hanga fyrir utan bál og vera bara eitthvað að hafa einhverja... Einmitt, það var eitthvað, það hljómar eins og að gera grín af þeim. Fólk Indjána, bara einhverja hefð, bara það sem þær eru, bara að gefa einhverju reykmerki og eitthvað, þú veist, það er cultural appropriation, ég skal alveg Nei, einmitt, það er svona lína sem maður verður að draga einhvers staðar, en þú mátt ekki bara gera línur randomly. En að það sé einhver 7 ára krakki sem að klæði sig upp eins og Pocahontas, það er allt annað. Einmitt, já, það er ekkert allt brjála út af því. Svarta asískt fólk má dressa sig eins og hvítu Disney characters, ég stið það maður, þú veist, þá mega þú veist, hvítir krakkar dressa eins og, hvað heit þessi kona aftur sem, haldið þið áfram, ég var að hugsa þetta. Pocahontas. Já, sure. En aðna, ok, ég strákar. Mulan. Haldið áfram. Aðna, strákar, ég er með hugmynd. Eða einhver starta beef. Ég hef bara að hugsa að starta beef. Ég að fara út og gera the warrior dance eða eitthvað hannig.
Nei. Ég er nýsjáðanskur, þú ert að culture appropriate á mig núna. Sure, það er gott merki. Nei, dæmi ekki merki. Cultural appropriation, hakka, dans, er this Maori thing. Vitið hvað hakkadans er? Nei. Fuck's sake. Er það rigningadansin? Nei, það er bardagadansin. Já, ok. Hafið þið ekki séð hakka á því? Jú, ég hef heyrt um það. Er það Ég hef talað örugglega ekki fyrir dansað. Native Americans? eða? Nei, það er nýsjálenskt thing, engöngu nýsjálenskt. Og þú veist, landsliðið okkar gerir hakkadans fyrir hvern einasta rúbíleik og aðrar íþróttir líka oft. Já, er það ekki hérna come out, come out. Einmitt, hvað þú lemur fæt, þú veist, stóð geggja fljótt og þú veist, öskrar og þú veist, sýnir tungun og tenniðina, skilur það mig? Þú veist, það er cultural appropriation, og það eru márar þarna í landsliðinu sem er bara svo, þetta er virðing fyrir culturein okkar með því að sinna fram. En aðrir getur sagt bara, þetta er racist, þeir eru að taka siði okkar, skilur það mig? Á meðan aðrir En það þú er veist, virðing fyrir okkur. Er það ekki alveg hægt að pæli því ef að það myndi verða sem sagt, ok, segjum bara að flytja Pólveri hingað til Íslands og sem sagt barni þeirra er náttúrulega ennþá Pólveri en það byrjar að gera eitthvað svona víkingaöskur á landsleik. Já. Syngur Er bara það Martin í þá móður. bara stranglega bannað? Einmitt. Það er bara á sama hátt af því að það er náttúrulega allt sitt líf búið að alast upp sem Íslendingur, tala fullkomlega íslensku Við brennum hann á báli. en það á ekki þessa víkinga, þú veist, er ekki með þetta víkingablóð. Mér finnst þess að það ætti næstu því ekki vera neitt cultural appropriation. Eina lína sem ég myndi draga almennt allavega er, þú veist, ertu að gera grín af cultures einhvers? Þá máttu drulla þér. Mér finnst að fólk ætti bara að gera sér betur grein fyrir því hvað er jákvætt sem sagt og hvað er neikvætt þegar við erum að tala um kúltúrin. Mér finnst, ok, eitt dæmi, það var svona dress-up dagur, hvað það átti að vera, þú veist, þetta er historical figures. Já. Og þú veist, 10 ára krítukrakki elskaði Nelson Mandela og hann mætti í skólan sem Nelson Mandela in blackface. Ok. Og fréttirnar komu til hann og bara, do you know what you're doing? Og bara, yeah, people are saying that I'm racist, but I like black people, I love Nelson Mandela. Og bara, hann er ekki að gera grín af þeim. Hann er ekki intentionally að vera eitthvað svo, þegar, hey, sérðu, ég líti út svartur. Mér finnst samt Það eins og krakki. mammans ætti að hafa stoppað að gera black. En það er einmitt vegna þess að það eru nú til dags sem er bara svona, þetta er sensitive thing, vegna þess að þetta var joke í gamla daga, Já. þá ætti mamman að stoppa af. Krakkin er ekki at fault. Fóreldrarnir samt ætti að fucking stoppa En af. þú veist, af hverju mætti hann ekki bara vera eins og hann sjálfur, bara eins og Nelson Mandela ef hann er bara með hárkollu og jakkafötum? Einmitt, hann vildi samt blackface, það er náttúrulega Já. málið, hann sagði, ég langar að vera Nelson Mandela. Hann vill bara vera eins og hann, þetta er bara tribute. Einmitt, það er náttúrulega málið, fyrir hann var þetta respect thing. En ég er sammála því að fóreldrarnir vegna þess að þeir vita að blackface eru auðvitað með history að gera grín af svörtu fólki, þau átt að segja eitthvað. En ég með að þið finnist að skrítið að svört manneskja myndi ætla að vera George Washington og hún myndi vera whiteface, sko. Einmitt, en þið myndu ekki kalla þetta racist, þið myndu bara segja Já, þetta mér weird. myndi finnast, það væri rosa skrítið, þetta er á sama átt, þetta er bara rosalega skrítið. Ég veit ekki alveg hvort þú finnst þetta að vera rasismi endilega, því þetta er náttúrulega, þú veist, hann meinar allt gott, sko. Einmitt. Þetta er bara rosalega skrítið, þú veist, að þetta hafi gengið í gegn. Ég segi nefnilega einmitt, ef svartur krakki myndi vera í whiteface fyrir einhvern white historical figure, það var í fucking fyndið maður. Já. En ég bara veit, það er einmitt spurning, væri það respect thing? Og þess að aftur ætti fóreldrarnir að segja bara, hey, þeir geta leyft það, þeir bara ætti að nefna það, það er fucking skrítið. Mér, eins og í mínu áliti, mér getur bara verið minna sama ef þú ert þarna með blackface eða eitthvað hannig. Þetta Já, er bara, þú veist, ég er ekkert að hvað heitir þetta, skipta mér að þessu. Ef að fólk meinar þetta gott, þá er þetta allt í lagi. Það er einmitt hvað mér meina, línan er, þú mátt ekki vera að gera grín eða gera lítið úr einhverju. Það er illa sér, sko. Einmitt, vandamál með blackface er að í gamla daga, í bíómyndum, myndu hvít fólk vera með blackface og vera svona, hey, láta eins og bara, hálfvitað, skiljum við. Það er af hverju blackface er, svæði. Eins og þegar hvítt fólk var að leika svart fólk í bíómynd. Það er hvað ég Því að tala um. svart fólk mátti ekki vera að leika. Einmitt. Hvað var þetta, var það ekki, hét ekki hljómsveitin á Húsavík ljóti hálfvitanari? Nei, ljóti hálfvitnarnir eru það alls ekki, sko. Nei, það er allt annað, Hvað hét hljómsveitin? Ég man ekki hvað Ljóta hálfvitað annar hljómsveit. Já, en það er ekki þeir, sko. Þetta er bara Húsvíks hljómsveit, sko. Sko, þetta var einhver þetta voru einhverjir 5 gæjar og þeir voru með blackface. Já. En það var einn þeirra líka með þess svartur, sko. Já, aðalsöngurinn var svartur, sko. Já, ég held hann sé núna í hljómsveit með frændanar kærastu minnar.
og það var bara Crowley bara brjálaðist yfir þessu og þá var bara cancelaðinn. Þótt að Já. aðal söngvarinn var svartur og var bara svona, hei, við skulum gera þetta. Ég held að það voru að gera eitthvað svona tribute band. Já, það var fyrir eitthvað tribute dæmi, þú veist, þeir voru með hérna September með þessu fundin Fire og eitthvað. Voru þið ekki þá bara að gera tribute að þeim? Það er nefnilega Ég einmitt, gæti verið. þetta er einmitt línan sem ég finnst eins og það er 2020 eða 2021 núna, hvað er þetta bara svona, þetta er racist, punktur. Fólk vill ekkert fucking hugsa, þeir vilja bara segja, þú ert vond manneskja, dæma fólk strax og ekkert pæla út í hvort það tribute, hvað meiningin var. En þetta var samt alveg hefð sem var búin að vera á hverju ári, þú veist, bara... Það var búin að vera í gangi. Að fara í blackface. Já. Þá finnst mér eins og það er ekkert, eða ekkert, þetta er lína, eins og ég segi, en mér finnst eins og, það er svart ykkur í bandinu, hann er lead singer, þannig að það er ekki eins og hann var eitthvað, þú veist, backbitch sem var bara svona, viljið þið gera þetta? Ok, og sagði ekki neitt. En ég skil samt alveg, þú veist, þetta er eiginlega svolítið bara svona vandamál sem að, þú veist, þið þurfti ekki að fara í blackface. Sérðu, einmitt, það er nefnilega, þetta er svona línan, skilur með krakka, maður skilur childhood innsipp, með fullorðna, þetta var respect thing, en nú til dags, við erum ekki komin á það level hvar fólk er ekki að fara að fríka út. Já, og þetta er líka bara, þú veist, virtu bara tíman og sjáðu bara, þú veist, ég þarf ekki að gera þetta. Einmitt, það er nefnilega annað, þú veist, þú þarft ekki að gera það, þú þarft ekki að dansa línuna. Já, þetta er eins og, þú veist, ég segi ekki ennorðið af því að mér langar þess ekki, ég bara sé enga þörf fyrir að ég segi það, sko. Viktor, Envo. Hæ? Þetta er, það er mýmina í community sem ég er, sem I'm gonna say the N-word og þá er það Envo. Já, eins og I'm gonna say the L-word, lesbian. The Ó, other L þetta word, stela Scott Pilgrim brandara. Já. Scott Pilgrim er bara besta mynd ever Besta og ég veit mynd að þú er sammála mér. Já, byrju, mældi ég með henni fyrst? Nei, við töluðum hana því að hún var upp á myndi mín líka, sko, á Ah. þeim tíma. God, so fucking good. Þegar hún hoppaði út á gluggan, fuck maður. Is Scott here? He just left. Já. He just left. Já. Já, Já, N-word. Envo. Nei, þetta er sko, þetta er svona, þetta er úr tölvuleik og þetta er víst bara, það kalla allt aðra nema gæjina sem búa þarna, það kalla þá Envos. Byrju, hvað nafnu? Nei, hvaða leikur er það? Þetta er úr Morrowind Ah, og allir sem eru svona outsiders, það eru Envos. nice. Og það er alltaf sagt að það er svona meme bara I'm gonna say the N-word. Það hljómar eins og N-words. Já. Jó, ok, þetta er eitt sem mér finnst líka merkilegt, þegar þú veist, hvernig hlutir eru sagðir, eins og þetta, að segja black people er ekki racist, samá? Það er byrjað að vera lína í það átt að sé racist. Þú þarf Nefnilega. náttúrulega að segja African American eða Þótt að þeir eru ekki African né American. Hvað má ekki segja á Íslandi núna? Sko, Eða þú veist, hvað má segja? Það má alveg segja svart. Svart fólk er ennþá allt í lagi á Íslandi. Eða ég sé alltaf svart, þú veist. Maður myndi vera að tala um svona, hei, hann er svartur, ef við erum að útskýra hvernig einhver lítur út eða eitthvað svona, held ég. ég þekki manneski og þú myndir segja þetta fyrir framan hana og hún myndi ákveði skera undan þér. Já, hún er Svart fólk, ég retarded. myndi bara segja svart fólk. Það er ég katta út eða, ég sagði R-wordin. En hvað á ég að segja? Ég get ekki sagt African American af því að þetta er ekki American. Hann er ekki Ég held að American. það sé mest að fólk er að tala um svona, segðu frekar litað fólk. Það hljómar svo Mér miklu finnst það bara verra. Ég heyrði Það er samt. umræðu Eins hvað og- það var spurt svart fólk og var svo, what do you think about the word colored? Og var svo, colored? What? Are we calling white people not colored now? Eða þú veist, bland? What the fuck does that mean? Það er eins og, það var mikið að vinna með það í Ameríku, bara, he is a colored person. Já. Ég held að það var racist í gamla daga með þess að segja colored. Ég er ekki með þess að grínast, þú veist, gamla daga. Þetta var eiginlega bara hluti fyrir, sem ég var að byrja að heyra svona 2016-14. Mér finnst það svo stupid, because að light train með hljóma eins og you're colored, I'm not colored. Hvað með bara að segja black, white, Asian? Það er ekki eitthvað, þú veist, það er engin, ok, Asian stendur út, en skiljum, það er ekki, þú veist, black, white. Þeir eru jafnir þar. Þetta, you're colored and I'm not colored. En hvað kallar maður þá eins og indverst og pakistani fólk? Ég myndi bara kalla, sér þetta er merkilegt. Ég myndi segja að hann var indverji eða indverskur. En Og ef hann er frá Pakistan, þá er bara svona, ég vissi það ekki, en það er ekkert. Pakki. Er það samt ekki bara eins og að kalla Japana kínverja, þú veist, það er ekki, En það það er er- móðgandi, sko. Það er móðgandi, en það er málið það er, eða Middle Eastern, það er ekkert orð á íslensku. Vegna þess að ef ég var að tala Við ensku, austumadur. myndi ég myndi kalla einhvern Indian Middle Eastern.
En þú Þú veist, myndir ekki ef að einhver kalla myndi Indíen spyrja mig Middle bara Hei, þú Jú, hann ert er frá Middle hvítur, East. ertu frá Rússlandi? Þá myndi ég bara, nei, ha? En það er einmitt málið, þú Slag. getur sagt hvítur eða þú getur sagt Evrópubúi eða westerner og svo getur sagt svartur eða brúnn meira að segja en þú veist, með asíska, asískir eru þú veist Middle East þú veist, það eru Indian Asians, kínverskir Asians helling af mismunandi, þú myndir ekki kalla Indian gauðir asíska það. Nei, ef einhver segir, þú veist, Asíubúi þá ertu yfirleitt að hugsa Kínverja eða Japana eða Kóreu. Ég var að horfa á YouTuber hérna, Sumetto Media og Internet Historian og hann myndi að tala Asian representation á YouTube og hann sagði, don't like being with those people hann frá Bangladesh eða eitthvað, hann sagði, I'm not Asian skilur mig, hann það en hann þú veist, Middle Eastern skilur mig Satt, þú veist eins og, þú veist hver Ædops er. Það hann, ég er svona stiðan eiginlega að þessu vissi takmarki með þetta eins og því að hann talar að segja the N-word. Já. Og þetta bara, að segja það, bara svona lækkar the value sem það er. Ég nefnilega mjög sammála því með þessu F-word og cunt og svona dót. En fyrst það fyndið, ég segi ekki fuck, ég segi F-word, en svo segi ég. Já, við þurfum að bara, þetta við getum, en já, það er bara svona, gerum þetta fljótt. Já. Það maður er svona, ef maður segir þetta, þá er maður bara að lækka the value of it. Þetta er ekki bara orð sem er sett í hana, þú mátt bara alls ekki segja þetta. Einmitt. Nefnilega, mér finnst það einmitt það sama og fólk sem eru cultural appropriation. Þú ert að gefa þetta meiri power en þetta á að hafa. Þú veist, af hverju ert að reyna að gefa þetta orði poweri sem þú vilt ekki að það hefur. Gerðu það frekar bara, who gives a shit, skilur Þetta fór í svo fucking politist podcast, sko. Holy fucking shit, maður. Ég meina, við tölum toxic masculinity, það fer út í ræðið. Já, ég ætla að segja sí-orðið. Súga. En sko... Ég er ísálskur, ég má segja þetta orð. Já, kurva. En við ætlum allavega að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að hlusta og bara njótið dagsins. Ætlaðu einhver að segja thank you fyrir að hafa mig? Nei, og ég segja. Nei, fokka þér. Takk fyrir að hafa mig, Stofan. Rekum hann út. Já.